Aðalsteinn Hákonarson, deildarstjóri hjá ríkisskattstjóra og fyrrum endurskoðandi hjá KPMG, segir að endurskoðendur hér á landi hafi í mörgum tilfellum sætt þrýstingi til að bókhald liti sem best út fyrir eigendur fyrirtækja. Hann telur að lög hafi verið brotin þegar fyrirtæki beittu bókhaldsbrögðum í anda Enron-hneykslisins til þess að auka verðmæti sitt undanfarin ár. Þetta sé ástæða þess að bankarnir sem lánuðu til slíkra gjörninga féllu. En við ætlum að byrja á Aðalsteini Hákonarsyni og grein hans í tímariti ríkisskattstjóra, Tíund, sem vakið hefur mikla athygli. Helgi ræddi við hann þessa grein og komst að því að fyrirtæki hafa skotið undan skatti með því að tiltaka vexti sem gjöld. Þessi fyrirtæki þurfa að fara fyrir dóm vegna þessa. Og Helgi og Stengur við Dúi taka nú við. Grein Aðalsteins hefur vakið mikla athygli. Þar segir hann að rekja megi hrun íslenska bankakerfisins til þess hvernig fyrirtæki hafi skrúað upp verðmæti sitt með bókhaldsaðferð sem eigi sér helst hliðstæðu í Enron-hneykslinu. Aðferðin í sem skemmstu máli og einfaldari mynd svona. Hlutafélag stofnað og hlutafé þess 1 milljarður. Þetta hlutafélag ekki í rekstri af neinum toga en kaupir með lántöku fyrirtæki í rekstri, til dæmis verslun á 6 milljarða. Lánið sem tekið fyrir kaupunum til 5 milljarðar. Verslunin hefur 3 milljarða í svo kallað eigið fé og því borgað yfirverð fyrir fyrirtækið sem nemur 3 milljörðum. Hlutafélagið og verslunin eru sameinuð og þar með verður samanlagt eigið fé fyrirtækjana neikvætt 2 milljarða. En af því að verslunin var keypt á yfirverði þá hafa menn haft háttinn á að telja verðmætið meira en eigið fé verslunarinnar var upphaflega. Í þessu tilfelli 3 milljörðum hærra. Því hafa menn leikið þann leik að sögn Aðalsteins að bæta þessum 3 milljörðum inn í bækur fyrirtækisins sem svokallari viðskiptavild. Þetta hefur í för með sér að eigið fé hins sameinaða fyrirtækis verður ekki lengur neikvætt 2 milljarða heldur jákvætt 1 og skuldsetning félagsins þannig hulin. Þegar þetta hefur gengið í gegn fyrirtækið boðið til sölu á markaði til almennings eða lífeyrissjóða svo dæmi sé tekið og mismunurinn rennur í vasa þeirra sem fyrst stofnuðu hlutafélagið. Því vonað spurt sé hvort þetta sé hreinlega löglegt. Já, það eru ákvæði hlutafélögum sem að banna það að félögum sé að fjármagna kaupa hlutum í sjálfum sér. Og ég tel að það geti átt við þetta þegar menn eru í raun og veru að kaupa fyrirtæki og láta fyrirtæki sjálft borga kaupverðið með því að skutla skuldunum inn í það. Þá sé í raun og veru verið að brjóta ákvæði hlutafélagalaga. Þetta nú kannski hefur aldrei verið skýrt nákvæmlega fyrir dómi hvað átt við með þessu, en mér finnst þetta mjög hæpið og í mínu mati þá þetta rángtúlkun á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum í mörgum tilvikum því að félög mega raun og veru ekki færa upp viðskiptavildi sjálfu sér. Ég hef stundum tekið þessi dæmi ef að til dæmis Síminn og Vodafone myndu sameinast að þá myndu hins vegar myndast samlegðar kraftar af því að bæði félögin eru með verðmæti innbyrðis en í þessu tilviki þá engin verðmæti í yfirtöku félaginu. Það kaupir bara þennan eignan hlut. Það hefur verið, veit ég, lagt áltið hart að lífeyrissjóðum, ofta fjárfesta í svona félögum eftir samruna og hef fyrir því heimildir frá mönnum sem þar hafi sittið í stjórnum og þeir hafa, keypt hluti í þessum félögum eftir samrunan á þessu uppsprengda verði eða þessu nýja verði sem myndast. Eru þetta skipulagðar blekkingar? Já, kannski bara regluverkið svona veikt að það höndlar þetta ekki, sko. Það kannski málið. Ég vil nú ekki endilega segja það, en menn hafa náttúrulega getað hagnýtt sér veikleika í regluverkinu til þess að efnast og auðgast í svona viðskiptum. Hvaða yfirvald eða eftirlitsstofnun það sem hefði átt að hafa, átti að fylgjast með þessu? Já, það nú eiginlega ekki ljóst að mínu mati. Það er þessi eftirlitsiðnaður út í bæ og svo hlutafélagaskrá sem svona hafa til dæmis með þessum samruna eftirlit að gera í þeim efnum. Það tókast nú á öflum það, sko, hver á að gera hvað. Ég hér með bréf frá lögmönnum og endurskoðendum sem telja að hlutafélagaskrá eigi að hafa þetta eftirlit með höndum. Gangbart tilkynningu sem berast í hlutafélagasskrána samruna og aðrar sambærilegar tilkynningar en aftur hefur hlutafélagaskrá
haldið því fram að hún hafi henni beri bara að fylgjast með því að viðeigandi gögn berist og það sé búið staðfest að þau réttum aðilum. Þarna svona eitthvað væntingagap sem að þarf að greinilega brúa. Hefðu þessi fyrirtæki geta þrifist með þessum hætti í Bandaríkjunum í dag til dæmis? Það finnst mér ekki líklegt. Í kjölfara Sabrina Oxley löggjafarinnar sem að sett var fyrir nokkrum árum, ég man nú ekki hvernig það var nákvæmlega, en það var í kjölfara Enron málsins og fleiri gjaldþrota sem urðu á svipuðum tíma. Ég held að það er miklu öflugra og sterkara regluverk þar og gagnsæi. Það er tiltölulega lítið gagnsæi hér, menn gera mjög mikið í felum og það er ekki aðgangur á upplýsingum, hvorki fyrir skattyfirvöld né oft fjármálaeftirlit. Aðalsteinn listar í grein sinni upp nokkur félög sem verið hafa skráð í Kauphöllinni undanfarin ár og sýnir hversu mikið hærri viðskiptavildin er í þeim félögum en eigið fé þeirra. Á listanum eru fyrirtæki eins og Actavis, Bakkavör 365, Teimi, Kögun, Icelandic Group, Milestone og Össur. Já, það vekur ónægtilega athygli ef að viðskiptavildin er orðin hærri heldur en eigið fé og ef hann hefur myndast með þeim hætti sem að ég listi áðan, sem þarf nú ekki alltaf að vera, ég get ekki fullyrt það nema kafa dýpra ofan í málin. Ef hann hefur myndast með þeim hætti að þá er raun og veru verið að segja að fyrirtækin hafa neikvætt eða minna en ekkert eigið fé. Skuldir eru verið meiri heldur en eignir. Það eru nokkuð dæmi þarna félag sem eru með bókfærða viðskiptavild sem er töluvert hærri heldur en eigið fé. Í grein Aðalsteins fjallar hann líka það hvernig hann telur að fyrirtæki hafi með skipulögðum hætti komið sér hjá skattgreiðslum. Þetta vill Aðalsteinn meina að það hafi verið gert þannig að fyrirtæki hafi fært í bókhald sitt vaxtagreiðslur lána sem gjöld. Með þessu móti hafi bil milli gjalda og tekna minnkað en sú uppæð myndar þá uppæð sem skattur er reiknaður af. Þetta telur Aðalsteinn að stangist beinlínis á við lög. Er það þá þannig að þetta hjálpi líka mönnum til þess að þessi aðferð sem hún hefur verið að lýsa, hún hjálpi mönnum líka til þess að komast undan því að greiða skatt? Já, það hefur kannski ekki reynt á það, en það gæti nú gert það áður en langt líður, en það má alveg halda því framjá og það svo getur verið að menn hafi komist hjá því að greiða skatta með því að hafa gjaldfært vexti af þessum lánum sem að notuð eru til að fjármagna kaupa hlutum í félaginu og þannig hafi hagnaðurinn orðið minni sem vöxtónum nam og menn komist hjá því að greiða því skatta. Aðalsteinn hefur áratuga reynslu af endurskoðun á störfum en hann hætti í starfi sínu hjá KPMG fyrir nokkrum árum þegar hann flæktist inn í dómsmál. Hann telur að starfsumhverfi endurskoðenda sé ekki gott á Íslandi og verji þá ekki nægilega fyrir þrýstingi fyrirtækjaeigenda. Aðalsteinn var endurskoðandi hjá KPMG til fjölda ára. Hann hætti hjá fyrirtækinu fyrir 4 árum eftir að nafn hans dróst inn í Baugsmálið svokallaða. Nánar tiltekið þann hluta þess sem snerist félagið Fjárfar, en þeim hluta var seinna vísað frá dómi. Aðalsteinn var fenginn til að endurskoða reikninga Fjárfars af fyrrum samstarfsmanni sínum hjá KPMG, Tryggva Jónsssyni, sem þá var aðstoðarforstjóri Baugs og raunar einnig stjórnarformaður Fjármálaeftirlitsins. Fjárfar tók þátt í kaupum á vöruveltunni sem Fjárfar seldi síðan til Baugs á mun hærra verði en á þeim tíma var Baugur almenningshlutafélag. Aðalsteinn var kallaður til með réttarstöðu grunaðs manns í aðdraganda Baugsmálsins en var ekki meðal þeirra sem var ákærður í málinu. Í yfirheyrslum yfir Aðalsteini sagði hann frá því hvernig Tryggvi hefði sótt að mjög stíft að honum að klára endurskoðun Fjárfars en að hann hefði jafnframt tjáð honum að skráðir eigendur Fjárfars væru einungis leppar. Aðalsteinn sagði frá því við yfirheyrslur að Tryggvi hefði notfært sér vinskap þeirra og blekkt hann. Aðalsteinn yfirgaf KPMG eftir þetta. Lenti við skulum segja í vondum félagskap og lenti í erfiðum málum þannig að ég fekk stöðu grunaðs manns og það er mjög erfitt að vera endurskoðandi við þær aðstæður og þegar menn eru hugsanlega grunaðir að vera jafnvel glæpamenn og það var megin ástæðan fyrir því að ég pakkaði saman og fór. Það nú verið svo langt síðan, það er að vera 4 ára, maður man ekki nákvæmlega hvernig það gekk fyrir sig en það voru svona
alls konar hlutir í gangi. Það voru menn að fronta fyrirtæki sem áttu ekki í þeim og allavega og þannig að þessi slíkur leikur held ég nokkuð vinsæll í íslensku viðskiptalífi því miður. Síðustu vikur hefur borið nokkuð á gagnrýni á stóru endurskoðunarfyrirtækin sem ár eftir ár hafa skrifað upp á ársreikninga bankana þriggja og stærstu fyrirtækja landsins. Aðalsteinn tekur að vissu leyti undir þá gagnrýni. Ég veit að í þessu markaðsvædda umhverfi þar sem að hlutabréfa viðskipti eru svona vinsæl og eftirsótt eins og verið hefur að þá mikil svona pressa á það í félögunum og fyrirtækjunum að reyna að sýna sem besta stöðu, mest eigið fé og eiga möguleika til veðsetningar og ég mér finnst svona að hafa svona varúðar sjónarmið eins og til ætlast að nota þessu reikningsskilum. Þau hafa ekki verið beitt í nægjanlegu mæli og þar af leiðandi kannski hafa endurskoðendur ekki náð að standa nú fast á bremsunni. Þetta nú fyrst og fremst kannski stjórnendurnir sem eru að fara fram með þetta. Það eru þeir sem eiga semja reikningsskilin og menn hafi svona kannski ekki náð að bremsa það af í nóg miklu mæli. Ég svona held að þeirra þróunar hafi gætt. En ég held að það sé bara nauðsynlegt eiginlega að endurskoðendur fái meira starfsöryggi. Það til þess að þetta samband viðskiptavinur eins og endurskoðandans er viðkvæmt og þetta er bara svona ráðningar verktaka samband og ef hann ekki stendur sig eða kúnan líkar ekki við hann þá kannski rekur hann endurskoðandan og sparkar honum og það er mjög erfitt að vinna við þær aðstæður. Víða erlendis þá gildir sú regla að endurskoðendur eru í svona félögum, til dæmis stærri félögum sem eitthvað kveður að, félögum sem eru á markaði og fjármálafyrirtækjum, að endurskoðandinn er bara ráðinn til kannski 5 ára og þá tekur nýri við og hann er þá með sitt umhverfi nokkuð örugt í þann tíma. Þetta er dæmi hlutir sem hafa verið gerðir annar staðar til þess svona að tryggja það að við skulum segja endurskoðendur geti minnst út beitt sér af fullum þunga. Hafa þeir ekki getað það hér heldur? En ég vil ekki segja að þeir sé að vinna störf sinni óheilundum. Það er bara þetta umhverfi er þannig að það myndast spenna og pressa í þessu oft. Og það er óheppilegt? Það er óheppilegt, já.